Takk fyrir og komið sæl. Ég vil kannski byrja á því að benda á að við höfum sett upp töluvert af þessu stoðefni sem tengt fyrirlesturum bæði mínum og Sigríðar hér á eftir á þessa vefsíðu þarna stjr eða stjórnarráðið.is/neturiki. Þannig að þar munið þið vonandi finna ef þið hafið áhuga á að kafa aðeins í það sem við höfum bara rétt tíma til að minnast á hér í dag. Og ef þið hafið einhverjar ábendingar eða spurningar, þá endilega bara ekki hika við að hafa samband. En ég ætla að byrja svona á, við getum sagt, smá játningu upplýsingafíkils. Því að þetta er svo sem ekkert nýtt að við hellist yfir okkur ofgnótt upplýsinga. Ég var fyrst fyrir þessu upplýsingahöggi þegar ég var 13 ára. Það var að Britannica og bara maður þurfti virkilega að venja sig af því. Maður gat 1 klukkutíma með að fara frá einni heimild yfir í annara. Nú hvað hafa minnst á upplýsingaöryggisstaðalinn að varðandi leynd, réttleika og tiltækjuleika. Þetta var náttúrulega svo sannarlega tiltækjulegt, þetta var á heimilinu, þetta var traust, vel ritstýrt. Aftur þurfti maður að glíma við fíknina 10 árum síðar, þegar að bætt hálfleiðara tækni kom stuttbylgju útvarpshlustun niður í miklu smærri tæki og útvarpsstöðvar alls staðar á nettinum opnuðust upp fyrir manni. Það sem ég lék mér að kalla núna World Wide Waves. Þannig að maður gat náð útvarpsstöðum hvar sem er. En þá þurfti maður líka að fara að glíma við falsfréttir, að það væri ekkert endilega allar upplýsingar áreiðanlegar. En maður gat reynt að þekkja stöðvarnar, hverjum maður vildi treysta og hverjum maður vildi ekki treysta. Síðan náttúrulega þekkjum við öll þetta hér. Og það sem hefur yfir okkur dunið af hvílíkum upplýsingaflæði og möguleikum, en því miður náttúrulega möguleikum til góðs og ills. Við höfum hérna á Íslandi staðið okkur mjög vel hvað snertir nýtingu upplýsingatækninnar. Eins og þið fenguð að kynnast eflaust í fréttum í apríl og síðast ári, þá var viðurkenning veitt frá ETU fyrir það að Ísland hefði ekki bara staðið sér framarlega, heldur teldist samkvæmt mælikvarða ETU standa fremst ríkja hvað snertir nýtingu upplýsingatækni. Þannig að möguleikarnir eru vissulega fyrir hendi hjá okkur, en líka þá fallið ef að fólk missir tiltrú á þeirri þjónustu sem við viljum bjóða með notkun þessara tækni. Það hefur verið ýjað að því hér í fyrirlestum meira sem fyrir í dag einmitt að internet hlutanna, eins og við komum dálítið skemmtilega hérna inn á, geti boðið upp á ýmsar áhættur. Og það er nánast sama bara, ég tók þetta nú bara af handahófi svona nýleg umfjöllun. Maður sér þessa vaxandi tortryggni í svona, við getum sagt bara, ekki einhvern sérritum, heldur í virtum tímaritum, virtum dagblöðum. Ég svona fyrr á árum, þá var ég og fleiri, mörg ykkar sem hér sitið, í þessum hópi að reyna svona í hálfgerða predikun, að reyna að benda á að hér væri tækifæri, hér eru líka ógn sem þyrfti að varast. Ég held að slíka predikanir séu óþarfi nú. Þannig ég ætla að fara raun og veru ekkert að vera eða miklu tíma í þessa almennu mynd. Ég vil vísa gjarnan hérna fyrirgefið á þetta rit frá ENISA
heimild gefin á vefsíðan okkar. Og hér má svo sem sjá hvernig þessar ógnir teljast vera að breytast. Það sem nýtt hérna, cryptojacking, og það kemur líka fram í sambarilegu yfirliti frá Europol. Það virðist raun að vera nytjastuldur, það sem að tölvu og reiknigeta annarra nýtt til þess að vinna rafmynt. Og það geta ýmsar læfislega leiðir verið notaði til þess sem að geta komið niður á raun og veru reiknigetu notanda án þess að notandinn gerir sér alltaf grein fyrir því. Þið kannist væntanlega, þið sem hér eruð mjög vel við NotPetya söguna. Og það gríðarlega tjón sem hún valdi, það var grein í Wired í ágúst minnum á síðust ári. Það sem þetta var kallað áhrifamesta netárás sögunar. Það met verður eflaust slegið. En það sem var dálítið áhugavert, ekki bara þetta gríðarlega fjárhagstjón, og maður skilur til dæmis viðbrögð danskra yfirvalda yfir að þetta var þungt högg fyrir danskt efnahagslíf, enda hafa Darir núna tekið netvarnir enn alvarlegar heldur en þeir gerðu áður. En ef maður lítur líka bara á hönnun á árásinni eftir því sem að næst verður komist, þá þetta eins og að það hafi verið gerð árás að því sögð, að því sagt af hálfu eins ríkis yfir á annað en með breiðvirkum hætti, þannig að þess var ekki gætt að afmarka, þannig að árásin skaðaði marga sem að var ekkert ætlað að verða fórnarlömb. Og þetta þýðir að það hvernig ýmsir hugað sínum vörnum upp út frá því hvort þeir séu líkleg fórnarlömb eða ekki, það í raun og veru gagnslaust hald, því að það geta bara verið allt aðrir þættir, í þessu tilfelli hvort að fyrirtæki voru með útibú í Úkraínu og með einhvers konar tengingar þá í gegnum það sem að orðu fyrirtækjunum dýrkeypt. Það sem líka athyglisvert splunkun í sjónarhorn sem innan við mánaðar gamalt, sem var sagt frá í The Register í síðasta mánuði. Það að eitt af þessum fyrirtækjum sem varð fyrir verulegu tjóni, það var með tryggingu. En nú hefur tryggingafélagið komið með það mótbáru að stríðsaðgerð hafi verið að ræða og því gildi ekki tryggingaskilmálar þessara tryggingar. Og þetta verður örugglega tekist hart. Bara svona rétt til að gefa aftur dæmi að við erum að tala þetta engir smápeningar sem við erum að tala hér á landi. En áfram, það einnig aðrir þættir. Þetta ekki bara þetta peningalega tjón, það hefur náttúrulega verið falsfréttir umræðunni. Það var áhugaverð grein í vísindaritinu Science í mars á síðasta ári, þar sem við vorum reynað að greina í raun og veru svona, útburðarfræði falsfrétta. Og í samantekt hérna kom í ljós að lygin ferðast hraðar en sannleikurinn, því hún oft skrautlegri. Það svo sem alveg gömul saga, eins og grófra leiti gæti vitnað en hér við með nútímatækni búin að magna þetta upp. Það sem var líka athyglisvert sem kom fram í lok síðasta árs, núna þegar að kjarnorkuvopn meira til kynningar, það þessi skýrsla sem að Bandaríkjamenn
birtu, hún að vísu með all svona miklum útstrikunum, en átt hún að vera, við getum sagt, trúnaðarskýrsla til aldarfjórðungs. En það sýndi að eldflauga varnarkerfi Bandaríkjanna gagnvart langdrægum kjarnorkuflugskeytum, jafnvel það var með fullt af veikleikum sem að eru bara ósköp vel þekktir og með bara það sem maður myndi ætla að væri eðlilegt öryggisskipulag hefði þá verið hægt að bregðast við fyrir löngu. En manni finnst það samt líka vera virðingavert að skýra svona opinskátt frá þessu. Nú, þessi vaxandi tortryggni farin að hafa áhrif á jafnvel fundi. Það eru núna fundir sem maður þarf að sækja jafnvel hérlendis þar sem maður getur ekki einu sinni tekið lengur með þarfasta þjónin nútímanum. Það verður bara að vera skilin eftir úti. Farsími, öll snjalltæki, bönnuð, þetta er það eina sem er leyfilegt. Og að lokum, þetta svona virtasta rit, hvað snertir alþjóðamál, var helgað þessum trúnaðarbresti og þessar ógn, og í ritstjórnargrein var eiginlega þessum paradísamissi lýst, hvernig að þessi fallega sýn þeirra sem að hafa byggt upp netið væri nú í hættu vegna misnotkunar, og hafa til dæmis minnst á upplýsingasöfnunar persónuupplýsinga, sem var ekki aðeins þá talin óhófleg, heldur að hreinustu rányrkju hefði verið að ræða. Nóg þetta, en hvað getum við gert að snúa þessu við? Og ég vil hvetja ykkur til þess að vera hér áfram eftir að mínum fyrirlestri lýkur og hlusta á Sigríði Rafnar Pétursdóttur. Hún mun einmitt tala nú nýja löggjöf eða frumvarp netöryggi, sem er eitt vegamesta skrefi sem við erum að taka af hálfu stjórnvalda, en vegna hennar kynninga þá slepp ég því hér. Nú við höfum, eins og í Póst og Fjar, aukið samvinnu okkar við Evrópsku netöryggisstofnunina og tekið það sæti í stjórn. Þar hefur verið reynt að rýna inn í framtíðina. Ég ætla ekki að dvelja við þessa skýrslu, það rétt að fara svona bregðan upp. Þessi hins vegar er ný og mér fannst þetta að vera svona áhugavert, eins og hvað sjá þeir hjá Einisa fyrir sér að sé kannski það sem er mest spennandi núna og við ættum að leggja áslá í rannsóknum. Það er náttúrulega fyrst að við erum að tala gríðarlega bara þjóðfélagslega byltingu eins og fyrirlestrarar hér hafa sagt og munu segja áfram í dag. Þetta að byggja upp hæfni, byggja upp menntun, það vantar ennþá heilmikið varðandi netöryggisfræði, í tölvunarfræði menntun, í lögfræði, í fjölmarga greinar sem að miða því að byggja upp samfélag framtíðarinnar án skilnings á nettækninni og netöryggi, þá er það bara hreinlega mjög varasamt. Nú, gervigreindin, hún kallar á margar heilmiklar áskoranir. Lögfræðilegar, siðfræðilegar, ekki síður en tæknilegar, og það verður að nálgast þetta algjörlega þverfaglega. Skammtafræðitölvurnar sem að fyrirlesan frá IBM sem opnaði hér í morgun minntist á, þær að koma og þær gjörbreyta reiknigetu sem til umræða. Það sem að oft vanmetið, það flækjustigið. Við viljum alltaf fá meira og meira samtengdara og samtengdara, en með því að öllum samtengingunum
þá hugsar fólk ekki að það verið að stór auka árásarflötin eins og talað Þannig ef það ekki gripið til mótvægis aðgerða í varnarskinni, eins og í byggingariðnaði að hafa eldveggi, eins og í skipasmíði að hólfa niður skip, þá erum við að stór auka líkurnar á varasömum óhöppum vegna keðjuverkandi áhrifa. Eitt sem hefur verið mikið til umræðu supply chain threat eða birgjakeðjan. En það hefur líka í gangi núna spennandi rannsóknir hvernig að jafnvel hægt að hafa örugt kerfi með óörugum íhlutum. Kannski það hluti af leiðinni framöndan því að tortryggni gagnvart íhlutum mun fara vaxandi. Það oft talað einmitt áhættugreiningu, en eitt af þessu sem núna vaxandi áhersla á, þetta einmitt bók sem kom út núna í seinna hluta janúar, það áhersla á áfallaþol eða seiglu. Það að segja, ekki að hugsa þannig að við séum með einhverjum líkum að við getum varið okkar kerfi. Við skulum nota áhættugreininguna til þess að koma upp sem bestu mögulegu vörnum. En við þurfum líka að vera búin við því að kerfið okkar geti farið niður. Og þá bara getur oft borgað sig að bara byrja með það sem upphafsforsendu. Þegar ég spyr nú bara, einhver hérna sem að treysti sér til þess að fullyrða að fyrirtæki eins og Syndis eða eitthvað annað geti alls ekki komist inn í kerfi viðkomandi. Ég sé enga hönd á loft upp eða þá. Þannig að, en þetta dæmi hugsun sem að við getum þurft að taka alltaf svona menningalega á milli kerfa í fjármálaheiminum, þá þetta vel þekkt svona áfallaþol að geta endurreist kerfi á skömmum tíma. Mér þótti líka gaman að sjá að hér var íslenskur vísindamaður Viktoría Gísladóttir sem hafði skrifað þetta, en það töluvert af verkfræðingum sem hafa verið að vinna í doktorsnámi erlendis í áhættugreiningu og ég hitti annan slík hann einmitt fyrir rúmri viku síðan sem að hafa bara verið að vinna í verkfræðilega öðrum áhættu og áfallaþolsverkefnum en eru núna að fara yfir í neturreikið. Og þetta var einmitt dálítið lærdómsríkt mynd, hvernig að við getum haft ytri ógn og eftir því sem að við setjum fleiri reglur og á notandann, aukum flækjustigið fyrir notandann, þar til að lokum að notandinn fer að verða vaxandi áhættuþáttur þess að reglurnar sem að notandinn þarf að fara eftir verða of flóknar. Þannig að þetta verður ákveðnu bestunarvandamáli. Ný netöryggisstefna Evrópusambandsins, hún var samþykkt núna í árslok og með henni þá verður stofnunin ENISA stóreld og líka þá núna komin á fullt vinna varðandi vottunarkerfi sem mitt mikilvæg vegna internets hlutana. Nú í Norðurlandaþjóðirnar hafa líka verið að vinna að stefnum. Ég bara tók þessa hérna með þetta svo sem ekki stefna, en þetta fróðlega lesning, þetta svona greining Norðmanna á raun og veru áhættunni og hvernig sé best að bregðast við til þess að ná sem mestu út úr upplýsingatækni umhverfinu að teknu tilliti til áhættunar. Fyrir þá sem vilja kynna sér aðeins forsöguna hvað við höfum verið að gera, þá vísað þetta skjal sem á vefsíðunni. Nú, það fyrir þinginu, þingsályktanir varðandi nýja stefnu
og nýja áætlun og þið getið lesið nánar það þarna. Það sem mun breyta ekki síst frá núverandi stefnu að með því að þetta lagt fyrir þingið til samþykktar þá fær þingið þar með aukna ábyrgð má segja á framfylgd. Nú eins og mörg ykkar vitið þá hefur verið starfandi þetta netöryggisráð sem bæði samsett úr fulltrúum ráðuneyta sem hafa aðkomu að ýmsum netöryggistengdum málum með ýmsum hætti og líka stjórnsýslustofnana sem koma að netöryggistengdum málum með tilsvarandi hætti. Þetta svona samvinnu og samstarfsvettvangur en í raun og veru það hver og einn aðili sem ber ábyrgð á að framfylgja bara samkvæmt því sem að forseta úrskurður gerir ráð fyrir skiptingu verkefna. Það sem við höfum hins vegar viljað að reyna að taka þetta starf meira út í samfélagið. Við höfum reynt að hafa svona opna fundi en við sáum að það er ekki nóg bara að hafa samstarf samstarf. Það að hafa samstarf þörf. Og þannig að þessi samstarfshópur hérna með lagafrumvarpinu þá eru skilgreindir ákveðnir mikilvægir innviðir. Þar ætlum við núna að taka upp sérstakt verkefni með Samgöngustofu sem ég kem að eftir augnablik. En við vonumst til að geta tekið upp afmörkuð verkefni með mismunandi geirum samfélagsins, bæði þeir sem teljast til þess að svokölluðu mikilvægu innviða samkvæmt lagafrumvarpinu en einnig öðrum. Til dæmis höfum við verið að styðja við rannsóknir og þróum við ýmsum hætti. Við fengum fyrirlesara frá Oxford sem var það viljum vera að koma hingað án þess að beiðast þess að fá nokkurt gjald fyrir. Og það sem að mér og fleirum fannst takast vel, það var í raun og veru hversu vel honum tókst að samþætta þessi ólíku svið og hafa í sama rými eins og hér tæknifólk, stjórnendur, lögfræðinga en svo voru að tala í raun og veru þetta sama og frá mismunandi sjónarhólum en engu síður bundnir í 2 daga í bara, ég held að segja, mjög góðri umræðu ýmsar hliðar netöryggismála. Og ég get sagt að ýmsir spurðu, einhver von til að koma aftur og hann hefur sagt já, þó við munum ekki endurtaka þetta námskeið með þessum hætti. Á vefsíðun okkar þá má finna upplýsingar varðandi námsbraut hjá Norska tækniháskólanum. Þær eru búin að setja þar upp góða námsbraut á masterstigi sem passa vel við framhaldsnám héðan og Norðmenn eru mjög opnir gagnvart íslenskum stúdentum varðandi ýmis öryggismál, varðandi greiðari aðgang heldur en stúdentar fá oft frá öðrum. Eitt tungumálavandamál sem stundum kemur upp sem að sum ykkar þekki kannski hér, það er hvernig eiga tækniöryggistjórar að tala við stjórnendur stofnana og fyrirtækja. Og þá höfum við sett á vefsíðan okkar eitt dæmi hérna frá Hollandi fyrir stjórnendur. Hér er annað dæmi einmitt fyrir tækniöryggistjóra það hvernig það ættu nú helst að beina máli sínu til stjórnenda. Og við erum einnig með á vefsíðunni tilvísunni rit frá World Economic Forum. Verkefni sem við minntist áðan með Samgöngustofu, það snýr og það er líka þá netöryggisveitin með. Það er annars vegar að huga að siglingum og hins vegar að flugi. Og síðan náttúrulega með hagsmunaaðilum. Ef við lítum á siglingarnar, og þar höfum við núna komist í tengslu líka við rannsóknarverkefni frá Danska tækniháskólanum. Það er nánast orðin hilluvara
fyrir sjóræningja að taka bara tösku með tölvubúnaði, með GPS-truflara, beina skip, taka yfir sjálfvirka stjórn, beina skipi af leið eitthvað nokkra gráður og með ágætis uppskeru, það sé fyrir sjóræningjana. Og þetta í raun og veru að verða sívansandi ógn vegna þess að í eitt skip getur verið samfélag á annað 100 tölva. Stjórntölva, iðntölva og iðulega var ekki hugað nægilega vel að því að það gæti einhver komist og verið í grennd að reyna að hakka sig inn. Í fluginu hefur þetta verið mjög betra. En einmitt ENISA einhver síður gekkst fyrir góðri æfingu síðastliðið sumar sem að of seint að taka í, en það minnst ágætt að líta og rýna skýrsluna því að þetta var ekki bara flugrekendur heldur, þetta voru margir aðilar í samfélaginu sem að tengdust flugi sem einmitt tóku þátt í æfingunni saman. Eitt af þessu annað sem við erum að gera, við þekkjum náttúrulega lánshæfismat úr fréttum. Það eru fyrirtæki eins og Hlynur kom inn á í fylgstu sínum hjá Syndis hérna áðan sem að skanna allt netið og þessar upplýsingar eru til sölu. Þannig að það þýðir ekkert bara að vera fúll yfir einhverju að skanna eins og með lánshæfismatið. Þetta eru bara seldar upplýsingar. Þannig að við erum þá að reyna að skoða hvað við stöndum frá sjónarmiði stjórnvalda. Þá er þetta svona eins og mat á tæknilegu öryggissstigi samfélagsins sem heildar og einstakra geira. Netöryggissveitin getur hins vegar sérstaklega eftir að nýtt frumvarp hefur verið samþykkt vonandi aðstoðarfólk verið að komast niður í einstaka veikleika. Það hefur líka verið langtíma mat og öryggi og bara kerfa og haldnir síðan eftirfylgni fundir með einstökum aðilum og það kom oft í ljós að það sem veikleikinn var að því að fólk gerði ráð fyrir að byrgirinn sæi sjálfvirku öryggisuppfærslur en það stóð hvergi í samningi. Það til samningsviðauki svona nokkuð staðalegu sem byrgir hafa sett sig við, bara með því að nota svona einfald tól, þá hægt að koma í veg fyrir svona. Þetta verður sett einmitt inn í vefhandbók sem hérna vísað til og allt þetta efni tilvísanlegt á vefsíðun okkar. Ennfremur í tengslum við NIS-frumvarpi sem að Sigurður kemur inn á, þá núna verið að ganga frá tilkynningagátt, þannig hægt verið að tilkynna öryggisbresti. Og það að lokum ánægja að geta tilkynnt að við munum núna í ár taka þátt í evrópsku netöryggiskeppninni í fyrsta sinn og Syndis mun sjá skipulag framkvæmdar á okkar hálfu. Það verður væntanlega forkeppni núna í vor og keppni verður síðan haldin í haust. Þið getið lesið nánar þetta, hvernig við erum líka að nýta greiningarþjónustu. Þetta mikilvægt, þetta byggir á gagnkvæmu samkomulagi að tengja saman vöktunarkerfi og síðan greiningarkerfi netöryggisveitar. Hvenær ætlum við að hafa netöryggið? Þetta hérna bara slóðaskapur, þetta allt of algengt og þetta verður að koma strax í upphafi. Það hægt að fylgja straumnum, það allt í lagi, en það eru heilmikil efnahagsleg tækifæri með því að vera í fararbróti og það bendir til dæmis Evrópusambandið á. Og að lokum viljum að vinna, fyrst þetta nú samgönguráðuneytið, minna á þetta samgönguafrek fyrir hálfri öld og gleymdum hetjum, forriturunum, því að þetta var áfallaþolin forritun par excellence, kannski síðasta sinn sem að heilt kerfi á vélamáli nánast var hægt að hafa yfirsýn yfir.
Þetta var áfallaþolir forritun eins og getið lesið dæmum hér, ég ætla ekki að taka tíma að lýsa því. En þeir hugsuðu líka og ég hef nú sýnt ykkur þetta áður, hvað ef að kerfi klikkar? Það er viðhald af þjónustunni. Þetta er Pickett N600 ES reiknistokkur, alveg svo að notaður í Apollo-áætluninni, menn gátu reiknað sig til jarðar ef að tölvukerfi brast. Og það sem við þurfum að hugsa er hvernig ætlum við að viðhalda okkar þjónustu ef kerfin bíla. Það er þjónustan sem er númer 1, 2 og 3. Að þú lóka þá bara, þakka ég kærlega fyrir.